Rektor við viðskiptadeild Háskólans á Akureyri gagnrýnir nýja svarta skýrslu Vaðlaheiðargöng. Hlutar hennar séu illa unnir og í henni sé að finna dómsdagsspár umferðarþróun og útúrsnúninga. Vaðlaheiðargöng eru galin fjárfesting samkvæmt svartri skýrslu verkfræðingsins Pálma Kristinssonar. Göngin muni aldrei standa undir sér, meðal annars vegna þess að í forsendum fyrir þeim sé umferðarþróun ofmetin sem og greiðsluvilji ökumanna. Lektor við viðskiptadeild Háskólans á Akureyri gagnrýnir skýrsluna og segir að þar sé að finna dómsdagsspár umferðarþróun, en hann skrifaði skýrslu þjóðhagslega arðsemi ganganna árið 2006 sem hlutafélagið Greiði leið greiddi fyrir. Félagið hefur barist fyrir gerð ganganna í áratug og á tæpan helmingshlut í hlutafélaginu Vaðlaheiðargöng sem mun standa fyrir fyrirhugaðri jarðgangagerð. Til dæmis byrjað ég spá því að umferð muni minnka 20% núna á næstu árum og það sé einhverjum umferðarbóla sem hafi sprungið og þetta finnst mér allt saman ekkert standast skoðun. Jón bendir á að umferð Víkurskarð hafi aukist 5% á ári frá árinu 1970. Samdrátt í umferð á síðasta ári megi rekja til hækkandi eldsneytisverðs en umferð muni aukast þegar hagkerfið taki við sér að nýju. Jón telur ólíklegt að ökumenn vilji borga minna fyrir hvert sparaðan kílómetra í Vaðlaheiðargöngum heldur en Hvalfjarðargöngum, bæði vegna þess að eldsneytisverð og laun hafi hækkað umfram verðlag. Þannig að ég hef fulla trú á því að þetta veggjald sem hefur verið í umræðinni að megin þorri fólks muni fara og borga það veggjald frekar en að fara á Víkurskarðið. Jón segir nýju Vaðlaheiðarskýrsluna einkennast af óvísindalegum vinnubrögðum. Þar sé til að mynda umferð Víkurskarð nú borin saman við umferð í Hvalfjarðargöngum 10 árum eftir að þau voru opnuð. Réttara hefur verið að bera saman umferð Víkurskarð og Hvalfjörð fyrir jarðgangagerð. Þá segir hann skýrsluhöfund fara frjálslega með heimildir. Hann setur sem beina tilvitnanir eitthvað í minn texta og breytir honum síðan og jafnvel til þess að reyna að snúa út úr honum.